Já, góðan daginn, Jónatan Sólon Magnússon. Já, góðan dag, Magnús. Hvað segirðu gott? Þú ert hérna í doktorsnámi við Kepler háskólan í Linz. Passar það? Já, það passar, var rétt. Já, hérna í Austurríki, við heimspeki og vísinda aðferðafræðistofnunina við þann háskóla. Já, þetta er stórt nám sem þú ert í greinilega. Já, ég meina, þetta er náttúrulega mjög mikill heiður að fá að vera í þessu námi. Það er full styrkur til þess að sinna doktorsverkefninu og það snýst gervigreind að hluta til og svo efnahagsaðstæður í tengslum við þá þróun og já, vinnu í því samhengi. Já, þannig að þetta er alveg, ég get ímyndað mér, þetta sé ótrúlega spennandi aðstæða að vera í, að fá að grúska í þessu og bara takk hérlega fyrir að koma og spjalla við okkur hérna. Já, takk hérlega fyrir að bjóða mér. Vegna þess að við erum einmitt bara að reyna að feta okkur og stíga þessa öldu sem að ganga yfir okkur í þessari fjórðu innbyltingu og þessi öra þróun gervigreindar, þá sérstaklega þessa stóru mállíkana sem eru bara farin að tala við okkur eins og fólk og leysa fyrir okkur alls konar áskoranir og vandamál í dag, en við sjáum líka fyrir okkur að þessi þróun hún mun ekki hægjast á henni. Nei, svo virðist ekki vera og þetta er á vörum hvers mann, svo að segja. Þetta er við matarborðið hjá fólki og það eru allir að tala þessa málgerla og gervigreind almennt og þessa mögulegu þróun hennar og öru þróun hennar sem virðist engan enda ætla að taka. Og hvað það muni hafa í för með sér fyrir samfélagið. Og verkefni mitt að það snýst að huga því í samhengi við vinnu og það eru náttúrulega margir sem hafa talað þessar áhyggjur og þeir eru ekki nýjar á nálinni að með sjálfvirkni og gervigreind auðvitað hefur mikil áhrif á sjálfvirkni og eykur möguleika sjálfvirknivæðingar til muna. Ég myndi segja kannski augljósum aðstæðum, en það er náttúrulega vegna þess að það er svo að segja heilinn bak við starfsemina í sjálfvirkninni og ef heilinn verður öflugri þá getur, og þetta þarf aðra tækni til, en þá eru hugmyndafræðilegar forsendur fyrir því að sjálfvirknin geti orðið betri, þótt að þetta þurfi ýmsa aðra tækni framþróun meðferðis. En hvaða áhrif sú sjálfvirknivæðing getur haft á störf og það eru búin að vera áhyggjur af þessu síðan á tímum miðbyltingarinnar og jafnvel áður og það hefur venjulega endað vel en það er ekki alltaf ljóst að þótt að eitthvað hafi gerst á sama veg í hvert skipti áður að það muni alltaf gerast eins og óháð því hvort að fleiri störf muni skapast heldur muni tapast eins og sumir segja, þá verði samt sem áður vera mikið hætta fyrir stóran hluta þó sem mun missa vinnuna og það mun þá alltaf vera tímabundin vandamál sem við þurfum að hugsa og leysa. Já, ég held að þetta sé nefnilega alveg ótrúlega mikilvægi punktar til að velta fyrir sér og þetta sögulega samhengi við aðra innbyltingar og náttúrulega við talaðum við einn hérna í morgun og við vorum að tala þegar Bertram Russell að tala þetta bara fyrir rúmum 100 árum síðan að nú séu vélarnar að koma og það þarf enginn að vinna, þetta verður allt sjálfvirknivætt en alltaf hefur þetta einhvern veginn leitt til, meiri framleiðslu og meiri neyslukultúr, svo eru nú bara kapitalismans og þetta sem hefur byggt upp þessi vestrænu ríki, en svo náttúrulega höfum við séð og ég bent á að hefðbundin framleiðslustörf eru pínu farin og við erum bara með miklu skiptari vinnumarkað, þannig að hann er að vera einsleitari og að mörguleyti held ég leiðilegri. Já, ég held að það sé nefnilega alveg rétt og ég held að við séum raunverulega þráast við að viðhalda einhverju fyrirkomulagi, einhverju hagfræðilegu fyrirkomulagi sem að er nauðsynlegt út af því hvernig forsendur við höfum gefið okkur í gegnum tíðina og þær forsendur voru kannski nauðsynlegar á einhverjum tímapunkti í fortíðinni en það eru margir sem hafa bent á, Russell fyrir 100 árum, Keynes líka að það séu mögulega forsendur fyrir að fólk byrja að vinna minna og jafnvel öðruvísi vinnu og þá er ég líka ekki bara að tala formlega vinnu á vinnumarkaði, þetta er líka eitthvað sem hefur í sögulegu samhengi ekki verið litið á sem vinnu eins og heimilisstörf og annað slíkt. Þannig raunverulega bara að það væri forsendur fyrir því að allir myndu vinna aðeins minna og hvort sem það væri við formlega eða óformlega störf.
og það samt hefur ekki raungerst þrátt fyrir spár og spurningin af hverju, það út af því að það hefur ekki verið tækifæri til þess eða það út af því að forsendurnar sem við gefum okkur eru þannig að raunverulega við þurfum að viðhalda þessu stigi vinnu á því stigi sem það akkurat núna og annars raunverulega vitum við ekki hvað við erum að gera um okkur sjálf samfélagslega þar. Þannig að ég held að fólk vita alveg hvað að gera þessi sjálft sko, einstaklingsfortundum. Ég held að við finnum okkur nú oftast eitthvað að gera ef að við höfum ekki eitthvað fyrir stefnu. Það meira að það sé verið að láta okkur gera eins og hluti vegna þess að hagkerfið veit ekki hvernig það eigi að tækla það vandamál að fólk sé ekki í fullri vinnu. Já, ég held að það sé nefnilega rétt og þessi sko ég mikill aðdáandi hans Cal Newport sem að tala deep work og annað og í raun og veru bara hann svolítið verið að rýna það hvernig við erum að haga vinnu okkar og þessi tímaeining sem að við höfum tími, sérstaklega í svona þekkingagreinum og annað að þetta svo meingallað og ég var nú bara síðast að tala það í morgun við fólk hér að ef þú ert farin að vera flinkur að nýta þér spunagreind eða stórt málíkan til aðstoða í vinnunni ertu bara að fara allt í einu að vinna 150% eða sko framleiðnin búin að aukast 50% en þú farið ekkert út úr því? Já, einmitt, framleiðni spurningin nefnilega svo áhugaverð, þannig að framleiðni náttúrulega búin að aukast alveg þvílíkt á síðustu áratugum og árhundruðum en sérstaklega náttúrulega við lítum bara til náinnar fortíðar þá hefur framleiðni aukist mjög mikið en það virðist vera sem að ágóðin hafi verið að safnast á hendur frekar fárra af þeirri framleiðni aukningu og einmitt að ég talaði það í fyrirlesturum á UT-messunni daginn að það eru hlutir eins og til dæmis borgararéttindabyltingin sem að hleypti fólki inn á formlegan vinnumarkaði í stórum stíl og jók þannig vinnuaflið sem var fyrir hendi, fyrir samfélagið og samt sem áður minnkaði vinnuvikan ekkert í kjölfarið. Það var bara ætlast til þess að heimilistörfin væru gerð, öll aukaleg störf væru gerð, börn væru alnu og svo að það væru 2 fullorðnir að vinna fulla vinnu meðan að áður fyrir var það bara einn. En það bættist bara við 40 tíma í staðan fyrir að það verið tekið frá neinum að þessum skildum. Þannig að það virðist mjög undarlegt, þannig að það er kannski ekki skrítið að það hafi orðið framleiðinu aukning, en hvert fór öll þessi framleiðinni? Það það sem er óljóst, sko. Já, þetta er margt annað, en já. Já, mér finnst þetta nefnilega alveg frábært vegna þess að ég las það einhvers staðar daginn að fyrir nokkrum áratugum síðan að þá þurfti heimili eina fyrirvinnu vegna þess að hinn aðilinn sinnti heimilistörfum og sem var náttúrulega yfirleitt þá konan sem náttúrulega speglast þá í þessum sögulegu hlutregni í reiknirittónum sem við erum að glíma við í dag en aftur á móti síðan náttúrulega bara breytist kerfið þannig að það eru þá báðir aðilar í sambandi farnir út á vinnumarkaðinn og þá hefði eðlilegt hefði jafnan gengið upp og þá hefði allir haft það tvöfalt betra en kerfið hins vegar bara breytist þannig að það þurfti bara 2 til að vinna inn fyrir einhvers konar gæðum og það er nefnilega, þetta er bara eitthvað mesta skam sem að maður hefur komist að. Nei, ég er alveg sammála því og þetta er svo sem líka heldur ekki nýtt að nálinni, þannig að maður hugsar önnur aðrar byltingar í réttindum sem auðvitað er eitthvað sem ég vil tala fyrir. Ég vil að fleiri einstaklingar fái meiri réttindi og þannig að auðvitað var borgararéttindabyltingin algjör snill. En það eru fleiri byltingar í fortíðinni þar sem við höfum séð að við þurfum raunverulega að borga einhverjum ákveðnum elítu hagsmunum fyrir að gefa hlutum á samfélaginu eða öllu samfélaginu ykkur ákveðin réttindi. Og mér finnst annars klassískt dæmi það vera þrælahald sem auðvitað augljós dæmi að það var eitthvað frítt vinnuafl og svo var það leyst úr sem sagt að mannauðurinn væri eign yfir í að mannauðurinn væri til láns eins og hann er núna í dag og til þess að koma á sem sagt frelsun þræla þá þurfti í Bandaríkjunum auðvitað stríð til en annars staðar eins og í Bretlandi þá var einfaldlega þrælahöldunum borgað til dagsins í dag fullt af peningum til þess að réttlæta það að við höfum stólið frá þeim þessum eignum sem að þeir áttu, sem náttúrulega út í hött á einhverjum stað, en það er eitthvað sem er ekkert nýtt að nálinni og ég sé fyrir mig núna ef við fáum aukin réttindi í kjölfar gervigreindabyltingarinnar, þá munum við borga einhverjum fyrir það mun þá vera þeir sem að eiga gervigreindina og þú veist, við endum alltaf á að borga fyrir réttindin okkar og það er ekkert endilega heldur ljóst að þau séu jafn mikil og við hefðum getað fengið.
Nei, nákvæmlega og ég nefnilega held að þeim fleiri sem að sko gefa sig að þessu og að og hafa skoðun og sama hvort þið séu sko með á móti en þá allavega sko ef þú ert virkilega kafa onni í þetta þá myndar þér einhverja skoðun og svo leiðistu því að byggja skoðun á því að mér finnst og þú fyrir eitthvað að lesa og kynna þér eitthvað og þeim fleiri sem að gera það þá kannski komast við að því að við erum í algjöru svona kaos tímabili. Og það bara, undir fjöldan komið hvar við komum út. Algjörlega. Við þurfum sem samfélag að taka höndum saman og ákveða hvernig við viljum sporna gegn allavega hinu versta sem að gæti komið út úr gervigreindinni. Og ég held að partur af því sé að bæta efnahagsaðstæður og breyta þannig hagkerfinu. Og það þetta frelsi frá vinnu sem ég talaði á þessum fyrirlestri. Sem að ég þá að tala að raunverulega efla meiri hluta fólks til þess að sporna við því að gervigreindin taki röngu störfin af okkur. Og eins og aðstæður eru núna, þá eru oft vel borguð störf æskileg störf og illa borguð störf óæskileg. Að því leyti að það til dæmis eitthvað eins og námugröftur sem illa borgað starf og við viljum kannski síður sinna sem mannfólk og svo eitthvað eins og að teikna teiknimyndir í dagblaðið eða vinna sem heimspekingur hjá heimspekistofnun í Linz sem að fólk myndi vilja gera jafnvel þótt að því væri, ég myndi jafnvel taka launalækkun eða eitthvað slíkt, frekar heldur en að einhver gervigreind myndi taka af mér starfið. Og hugmyndin þá að við þurfum einhvern veginn að breyta efnahagsforsendurum þannig að það borgi sig að gervigreindin taki störfin sem eru óæskileg frekar en það borgi sig fyrir gervigreindin að taka störfin sem eru æskileg. Vegna þess eins og ég sagði áðan þá eru æskilegu störfin oft betur borguð. Það auðveldara fyrir gervigreindina eins og hún að þróast núna að taka þau störf og meðan að óæskilegu störfin eru verðborguð, það borgar sig ekki fara í þá þróun sem að þarf til þess að taka þau yfir og þá ekki efnahagslega forsendur til að gera það. Nei, akkurat og það sem að maður svona einmitt pínur hræddur við, eða svona ekki hræddur við, ég man alltaf eftir ég var að vinna í Noregi með strák sem var listamaður og múrari og hann hafði unni í Suður-Afríku svolítið, var að flísaleggja í Suður-Afríku. Hann sagði alveg rosalega sögur þar og var í byggingainnanum og hann sagði sko þeir komu bara með vörubíla og á þeim voru bara 30-40 manns með skóflur. Vegna þess að það var miklu ódýrar að hafa fólkið á vörubílum með skóflur heldur en að kaupa krabba. Einmitt. Og þá hugsaði ég, sko, í sambandi við þetta, þá hugsaði ég, sko, ekki halda í það að fá að sitja á vörubílapallinum, sko. Þú vilt fá krabban. Einmitt. Og það náttúrulega klassísk saga sem oft kennd við Milton Friedman en hún á sér nú eldri rætur, en það einmitt heimsækir hagfræðingur þróunaríki og sér að það fullt af fólki með skóflur að grafa einhvern skurð í staðinn fyrir að það sé bara einmitt grafa í því og spyr af hverju þetta svona. Nú, þetta bara svona, sem sagt, við viljum minnka atvinnuleysi í landinu, þannig að við viljum ekki að fólk sé atvinnulaust, þannig við verðum frekar að gefa þeim skóflur. Og þá spurði hagfræðingurinn einmitt, en af hverju gefið þeim ekki bara skeiðar og þá getur við ráðið 10.000 fleiri. Já, nákvæmlega og þetta er það sem maður pínu óttast að það verði einhver svona krísu viðbrögð vegna þess að stjórnvöld virðast ekki hafa mikinn áhuga á þessu eða það vera bara ómeðvituð svona hvað að gerast að við munum lenda í einhverju klessu þegar það verður jafnvel orðið svona víðtækt atvinnuleysi eða markaðurinn farin einhvern veginn að sjálfvirkni væða sérfræðinga sem eru í verðmætum störfum í dag og það fyrir svona annar hópur og fólks að verða atvinnulaust og þá verður búin til eitthvað svona atvinnubót að vinna. Já, einmitt og raunverulega í staðinn fyrir að við séum að gera sérfræðingastörf og þjónustustörf og slíkt að þá verði þeir sem eru í þeim störfum atvinnulausir leiti sér þá að vinnu annars staðar, einmitt, við það að grafa skurði til dæmis og þá þurfum við raunverulega bara að taka gröfurnar úr sambandi og gefa fleirum tækifæri að grafa skurði í staðinn fyrir að finna einhverja aðra lausn á vandanum. Og einmitt, það er náttúrulega hræðslan við sjálfvirkni almennt, hún einmitt þessi. Hvað með frelsi okkar til þess að vinna vinnu? Hvað með einhvers konar rétt til þess að fá að fleyta sér fram, til þess að fá að vinna? Og einmitt, það eru mörg viðbrögð við því, og viðbrögð sem við erum að tala það er þetta með að stoppa sjálfvirknina. Að grípa inn áður en sjálfvirknin tekur
yfir störfin og segja bara við ætlum ekki að þróa og við ætlum að nota skóflundar áfram en þess að við erum hrædd við þetta og svo önnur leið sem ég held að sko, sé mjög í yfirgnæfandi meirihluta í dag sem að David Graeber skrifaði grein og svo bók sem heitir á ensku Bullshit Jobs eða bellustörf þar sem að fólk raunverulega ráðið í ykkur störf innan fyrirtækja í ykkur svona managerial störf eða við að gera eitthvað sem er algjörlega óljóst af hverju þarf að vera manneskja í eins og framleiða blýanta eða grafaskurði eða bara búin til bellustörf og það geta verið á öllum skalanum frá því að vera í sko að vinna með höndunum yfir í að vinna með höfðinu sko en vinnan einhvern veginn tilgangslaus og fólk finnur það innra með sér að það gæti verið að sleppa því að gera þetta. Það þyrfti raunverulega enginn að sinna þessu starfi. Og hann talaði að það væri mikið í samfélaginu af þessu. Og þetta náttúrulega leið til þess að viðhalda hagkerfinu sem að þarf flesta til þess að vinna, til þess að ganga upp þetta neyslu hagkerfi. Já, akkurat þetta neyslu hagkerfi vegna þess að ég tók mig frí í desember meðan ég var að skipta yfir í þessa vinnu. Ég var áður var stutt hjá stéttarfélaginu Einingu Iðju, var þar í lögfræðistarfi og ofboðslega gaman að því og ég hef verið lengi í stéttarfélagsmálum og svona átta mig á áhrifum sem að það hefði bara það starf sem ég sinnti þar að það eru gríðarlega áhrif á það starf og síðan líka að störf þeirra sem að ég var að aðstoða, af því að ég talaði eingöngu eiginlega ensku í vinnunni vegna þess að alþýðan á Íslandi og svona þetta grunnvinnuafl í ófaglæra störfum eru langflest orðið útlendingar og síðan sett ég inn tók alls konar gögn frá Hagstofunni, tók verðbólgu, fólksfjölgun og fjölda fólks af erlendum uppruna og þá reiknaði ég út það svona 2043 held ég minni sem að hafi verið svona miðjan á því það sem að Íslendingar að við verðum í minnihluta í eigin landi og ég bara tekur eftir því sko því miður eru allt oft fréttir af því að fyrirtæki og ekki að fara nógu vel með vinnuaflið sitt og ég hugsaði bara við lendum bara í einhver svona Dubai-krísu sko við verðum bara innfættir inn í einhverjum girðingum vegna þess að okkur er bara ekki óhætt að fara út af því að það er bara fólkarna sem vill okkur ekki vel af því við höfum komið svo illa fram við það. Já, ég veit ekki hvernig svo þróun gæti orðið en það er alveg hægt að hugsa sér einhverjar slíkar aðstæður en líka bara við viljum ekki eins og bara það sem er komið á núna að við séum að koma illa fram við vinnuafl og að það sé að verða þannig að Íslendingar sætti sig ekki við ákveðin störf og finnist að aðrir af öðrum þjóðum eigi að gera það eða eitthvað slíkt. Við viljum ekki slíkan hugsunarháttir inn í okkar samfélag og það kemur kannski einn lausnin sem ég hef gegn þessu vanda og ekki bara ég, ýmsir aðrir á undan mér en það er sem sagt að gefa fólki frelsið frá vinnu til þess að það hafi frelsið til að vinna það sem að raunverulega það sætti sig við að vinna og það er auðvelt að misskilja það sem að ég sé að segja já, hættum bara allar vinna það er bara frábært, gefum öllum pening eða eitthvað og sjáum til þess að allir hægt að vinna sem myndi auðvitað ekki ganga upp og væri algjörlega út í hött. Það sem ég er að segja er alls ekki það, heldur að við þurfum að stoppa það versta sem er í gangi í vinnumálum. Við þurfum að gefa fólki einhvers konar ás upp í ermina til þess að þurfa ekki að vera í slæmum aðstæðum þegar kemur að vinnu. Og það þýðir þá vegna þess að ég held að þetta sé mjög góð punktur sem þú með innflytjendur að það þýðir að það er þá hver sem er með fasta búsetu á Íslandi til dæmis. Þyrfti raunverulega að fá þessi réttindi ekki bara þeir sem eru Íslendingar en þá byrjuðu náttúrulega bara til ennþá meiri skiptingu á vinnumarkaði og einhverjar ljótar aðstæður sem maður vill eiginlega ekki eins og hugsa til. Heldur hver svo sem er með fasta búsetu raunverulega þyrfti að fá það og það þarf auðvitað að fá að tala nákvæmlega hvað það þýðir og svo framvegis En ein leið til þess að gera þetta er auðvitað með því að gefa fólki einhvern ákveðin lágmarksframfærslu, ákveðna lágmarksframfærslu sem hefur ofta á ensku verið kallað Universal Basic Income eða bara Basic Income almennt. Það væri allavega ein útfærsla. Ég er heimspekingur en ég er mikið að pæla í auðvitað bara frelsinu frá vinnu sem einhvern konar hugtaki frekar heldur en nákvæmri útfærslu en ég sé fyrir mér að svona basic income, svona einhver lágmarksframfærsla gæti komið þessu í kring og þannig gert fólki það
kleift að sem sagt semja sannarlega þegar það í neyð í dag, þegar fólk í neyð í dag og hefur það ekki einhvern veginn samningsstöðuna sem það ætti að hafa. Og þess vegna held ég að ýmis störf sem að fólk myndi kannski ekki vilja vinna mjög gjarnan nema fyrir þá mikla peninga, séu oft unnin fyrir mjög litla peninga. En þess að það fólk sem að vinna þau, sem með lélegri samningsstöðu heldur en aðrir í samfélagi. Og það eru til dæmis innflytjendur sem að standa oft höllum fæti með að við innfætta. Og einmitt, ef við gefum fólki þennan ás upp í ermina, þá þýðir það að einmitt, störfið svo mín kannski, ég mun þurfa að endursemja við mína vinnuveitendur og þeir segja, herðu, núna þú að fá 300.000 krónur á mánuði, skattfrjálst, við erum að borga þetta, ert þú ekki til að koma til móts við okkur og vinna fyrir lægri tekjur eða eitthvað og ég myndi mögulega segja bara, já, ok, allt í lagi, ég meina, ég ekki að þessu fyrir peningana, sko, ég ekki heimsbyggur að ég vil vera mjög ríkur í framtíðinni, en ég vil samt kannski síður gera ákveðna part af vinnunni og frekar aðra, en allavega. Með hana, einmitt, að endursemja við eitthvað sem að, já, ég veit ekki, væri, já, í því að flísaleggja eða sem ég held nú að sumir hafa alveg gaman að, en bursið frá því, bara það myndi kannski vera ekki sumir forstendur til þess að lækka launin þar eins og það væri í minni aðstöðu. Eða eins og námungur eftir því það sem það væri þá bara, heyrðu, veistu, ég ætla ekki að hætta lífinu mínu áfram hérna í þessu stórhættulega starfi eða niðrandi starfi eða hvað nú eitthvað störf sem okkur finnst niðrandi eða hættuleg eða óæskilega öðru leyti. Ég ætla ekki að hætta lífinu mínu í þetta, ég vil frekar taka þessa lágmarksframfærslu og reyna að spreyta mig að gera eitthvað annað, kannski reyna að opna búð eða gera eitthvað annað. Þannig að núna hef ég efnahagslegu tækifæri til þess, nema þú ætlar að borga mér töluvert betri laun. En já, allavega, það svona í stuttu máli, þetta náttúrulega flókið. Já, og en málið, kannski nokkur atriði sem ég langar að koma inn á þarna vegna þess að eitt af því sem ég held að sé svo rosalega tálsýn, fólk sem vil sækjast í störf sem eru vel borguð og það há laun í, að ég horfði einhvern veginn á það þannig að það vera, fólk áttar sig ekki því að það vera að greiða því fyrir þjáningu þess. Þeim mun meiri ábyrgð sem hún tekur á þig og þeim mun ríkari starfsskyldur og þeim mun hærra sem þú kemst hjá fyrirtækjum með stofnunum, þá meira kröfur gera til þín og ábyrgðin hækkar, þannig að þú far hærri laun vegna þess að já, þú þarft að þjást ansi mikið, þú ert að klípa svo mikið af þínu lífi til þess að gefa í vinnuna. Þetta er ekki algilt, en ég held að þetta sé samt alveg svona pínu að þú klifrar upp á einhvern ímyndaðan topp sem að þú býrð þig til í einhverju kapitalísku draumaheimi og átt allt í einu mikið af peningum en þú átt engan tíma og frelsið þitt ekki það að eiga eitthvað mikla innegnin á kortinu vegna þess að þú getur ekki notið sko. Einmitt og einmitt, þetta náttúrulega leysir ekki bara vandan fyrir þá sem eru lægst í þessu vinnumarkaðskeðju hérna, heldur líka þá sem eru í einhvers konar í miðjunni, myndi ég segja, einmitt, maður geti tekið hjúkrunarfræðinga eða kennara eða eitthvað leiðis, það sem er oft mikil vinnukvöð og mikil erfiðar stundir unnar eins og spítölum og leiðis, það sem að fólk hefur þá bara miklu frekara, sem sagt, einmitt, ás upp í erminni, sem ég sagði, það hefur bara tækifæri til þess að standa á tveim fótum og segja, heyrðu, ég læt ekki bjóða með þetta, við látum ekki bjóða okkur þetta, annars bara förum við og hættum hérna, þú veist. Við getum bara farið heim og við getum lifað góðu lífi núna næstu mánuðina á lágmarksframfærslu. Við þurfum ekkert á þessu að halda til að lifa af. Við þurfum á þessu að halda til þess að gera alls konar skemmtilega hluti í lífinu og líka kannski bara að okkur langara, eins og mig langar að vera hjúkrunarfræðingur segjum. En einmitt, það er samt ekki þessi kvöð, það er ekki þessi kúgun sem er oft í samningunum sem að gera það verkum að fólk sem er vinnandi stendur höllum fæti gagnvart vinnuveitendum. Þannig að þá einhvern veginn jafnar út laun þar sem að þau eru sögulega lægri af ýmsum ástæðum eins og til dæmis í hjúkrunarfræði og í kennslu og miðað við störf sem eru hærri af sögulegum ástæðum eins og ég veit ekki hvað maður ætti að nefna. Já, í bankastörf eru oft svona vel borguð þess að það er einhvers konar nánd við peninga sem að gera það að verkum að það hækkar oft í verði starfið eitt. Já. Og flugmennska til dæmis líka frekar vel borguð, svo sem alveg góðar ástæður fyrir því, en já, það er annað mál. Já, og svo náttúrulega, þetta er náttúrulega líka bara pínu huglagsskoðun, hvað eru góð laun? Og ég veit mitt þegar maður hefur verið spurður að þessu, hvað eru góð laun? Þú þarft bara svolítið ákveða það sjálfur, og þetta var
sem sagt, eitt af því sem ég nefnilega held að sé svo mikill misskilningur að því þessi umræða hefur alltaf komið upp eins og bara, ef við tökum bara 89 þegar að vera löglega bjór þá alltaf einhverju sem segja bara, já það verða bara allir fullir alltaf, við getum ekkert verið að leyfa þetta, svo fólk ekkert bara alltaf fullt, þú veist, alls konar svona, hvað var að segja, svo þessi umræða náttúrulega líka varandi sko skaðaminnkun og afglæpavæðingu og alls konar, að þú veist, það alltaf einhverju sem segja, nei þetta bara þetta bara hræðilegt, það verða bara allir skakkir allan daginn og samfélagið bara stoppar eða þú veist, þetta einhver svona skoðanir og það sama með þetta ég var að segja í gær að mér langar að kaupa mig fullt af svona hestabangsum sem svona dauðir hestar og svona leggja hjá það sem mig grunnar, já hér verið svona beating the dead horse af því að þú veist, það eitthvað svona sjálfvirknivæðing eða það eitthvað tækni eða eitthvað sem bara búið að leysa þetta en við erum samt ennþá bara, við þurfum að passa þetta og byggja utanum þetta og gera þetta ógeðslega gott sko. En það ekkert þarna, það bara búið. Algjörlega. Og þetta kemur einmitt að þessum sko, ótta við svona kerfis áhangendur sem náttúrulega búin að vera eins lengi og velferðarkerfi hafa verið til. Það séu einhverjir freeloaders að bara hanga á kerfinu og það getur svo sem vel verið að sé fólk sem gerir það en ég einfaldlega bara held að áhyggjurnar af því einmitt, eins og að allir verði skakkir eða fullir allan tíman, áhyggjurnar af því að fólk bara hætti að vinna, hver og einn maður hætti að vinna ef að til dæmis veita fólki lágmarksframfærslu óháð því hvort að það sé atvinnulaust, óháð því hvort að það sé að sinna einhverjum ákveðnum skyldum eða mæta einhverjum ákveðnum forsendum eða eitthvað slíkt, heldur bara sama hvað, óháð nokkurri skoðun að ég held að fólk myndi ekki taka það upp í hendurnar og hugsa nú ætla ég bara að gera ekki neitt. Auðvitað segir fólk, já, ég meina munið ekki bara fara og spila golf eða vera á tenni, það að gera eitthvað, en ég held að lágmarksframfærslan nú kannski ekki að gefa öllum tækifæri til þess. Það væri auðvitað kannski einhver útópía að það væri svo, en lágmarksframfærslan mun nægja til þess að bara koma í veg fyrir það versta og til þess að fólk geti búið í sæmilegu húsnæði og borðað sæmilegan mat sem heilsusamlegur og svo framvegis. En ef maður vill eitthvað annað þá þarf maður auðvitað að vinna fyrir því og skapa tekjur fyrir samfélagið. Já. Og þetta ég var nefnilega í þessu desibelfríi mínu, þá las ég mig algjör að ég fór bara í svona existential krísu, sko. Því ég fór bara að læsir Judokovski og svo var maður að lesa Mo Gavdat á hinni hliðinu, maður var einhvers svona á milli utopíu og dystopíu og svo fyrir ég að spjalla við pappa, hann 77 ára og hans kynslóð ólst upp í kjarnorkuvona og kalda stríðið og allt allt það og allar kynslóðir hafa einhverjum svona sínar áskoranir og hann segir svona, já þið verið bara að tryggja að næsta kynslóð fá að glíma við sínar og það þýðir það ekki sko líka það sem maður hefur heyrt er að raunveruleikin held ég alveg sá að þetta verður ekki þægilegt fyrir alla sko. Fólk mun þjást vegna þess að og það ekkert við það fólk að sakast eitthvað, það verða bara fórnarlömb í þessari innbyltingu. Já, algjörlega. Eins og hafa verið í gegnum tíðina bara í þessum byltingum öllum og í öllum þessum markmiðum sem við setjum okkur líka, bara eins og með að fara í grænt hagkerfi eða hvað það nú sem við gerum, þá eru oft einhver fórnarlömb og það bara spurning að taka utan þau fórnarlömb, þú veist, þetta líka bara eins og hvert og eitt okkar gæti lendi í slysi á morgun og þú veist, þá þarf að reiða sig á samfélagið allt í einu og það ætti kannski að vera eitthvað svipað með svona fórnarlömb, sko. Nákvæmlega, og þetta nefnilega, sko, þú eiginlega komst með punktin sem ég ætla að hnýta á þetta, var það nefnilega að ég held að við séum oft svo innstilt á það að við erum föst í okkar status quo og við höldum bara, við erum bara með einhvern veginn svona grillir á það að við séum eilíf og heimurinn sé bara eins og hann núna og allt sem bara ögrar því við bara svona leiðum það hjá okkur sko. Og svo myndast eitthvað svona stemming og það er alltaf breytast eitthvað svona og við bara nei, þetta er ekki ég. Ég held bara mínu striki. Mitt starf, það mun ekkert verða fyrir áhrifum að þessu, mitt líf mun ekkert verða fyrir áhrifum að þessu, mitt samfélag mun ekkert verða fyrir mitt hverfi eða hvað nú við reynum að ímynda okkur það og svo auðvitað líka þá gerist það með tímanum að við einhvern veginn hugsa ég á allt þetta skilið. Það er mjög algeng þróun held ég hjá fólki í lífinu sínu að eftir því líka sem það gengur betur þá hugsa það, ok, já,
ég á allt þetta skilið og það kannski alveg rétt upp að einhver ákveðnu marki auðvitað á maður skilið það sem maður vinnur fyrir en maður verður samt líka átt að segja á því hversu heppinn maður að hafa alist upp í samfélagi að samfélagi hafi geta haft tök á því að mennta mann geta tök á því að hjúkra manni þegar maður var veikur og aðstofa mann og að sýna manni menningu og listir og hafa skemmtanalíf í kringum mann og hafa hamingju í lífinu en þess að hamingja algjört undirstöðuatriði fyrir nýsköpun og framleiðni. Það búið að sýna fram á að hamingja ýtir undir þessa hluti. Þannig að maður verður líka átt okkur á því að þótt að auðvitað við eigum skilið það sem við erum búin að vinna fyrir, þá það samt líka út af því að við höfum fengið ýmislegt frá samfélaginu, við höfum fengið ýmislegt frá náungörnum og við erum búin að fæðast inn í góðar aðstæður. Já, algjörlega og það sem að mér finnst að ég tala nýsköpun og þegar ég einhvers svona vannýttasta auðlind og við vorum að tala þetta ég og hann Gísli, ég tók upp þátt í gær þar sem ég talaði hann Gísla Ragnar sem var að vinna í ráðuneytinu háskóla nýsköpunar og iðnaðar og kom að því að gera aðgerðaráætlun í Íslands í gervigreind að við vorum að tala nýsköpun og þróun innan fyrirtækja og stofnana svo algjörlega vannýtt auðlind vegna þess að það ekki til staðar hvatar fyrir það og líka það að vinnudagurinn bara fullur það engin ávinningu fyrir þeir sem starfsmann að bara, við getum auðvelda okkur þetta ávinningurinn meiri bara að vera pínu quiet quitting vera duglegur að svara tölvupóstum og mæta á fundi og ótrúlega margir sem örugglega bara pínu pínu að koðuna vegna þess að þeir ekki hamingjusamir í starfinu sínu og fá ekki að njóta sín og þróa og vera með nýsköpun vegna þess að það bara gefst ekki færi á því og það ekki metið. Já, það ekki metið til neins og hvorki efnahagslega né heldur einmitt í tímum talið. Það ekki, ég fann leið til að skera niður 3 klukkutíma úr vinnuvikundum minni með því að nota þetta tól. Þá þarf ég bara að fara að vinna 3 tíma við eitthvað annað. Ekki því að vinna 5 tíma minna, heldur það bara auðvitað. Þú fær laun, þú fær laun fyrir klukkutímana en ekki laun fyrir afurðina sem þú skapar, sem náttúrulega skrítið, en líka mismunandi eftir störfum, en í benjan. Já. Og svo líka, held ég að með, en hann ótta við það verður allir fullir og skakkir og bara reyna að komast í næstu vildi tenni. Ég veit að mörgum sem ég þekki og nú ég ekki alls ekki alhafa vegna þess að það ekki hægt, en eins og fyrir mína parta, ég myndi alltaf þurfa að finna mér eitthvað til að stússa við og ég myndi segja að ef ég hefði meiri tíma þá myndi ég vinna í hjólabrautum í nágrenninu og ég myndi reyna að vera að gera eitthvað svona meira vera kannski í fjallinu að hjálpa til það að vera til skíðasvæðið og reyna að láta eitthvað af mér leiða og þegar ég var menningu og kultúr í kringum þitt nærumhverfi sem líka rosalega lítilsmetið og það alls konar svona óhefðbundin störf sem eru allt og lítilsmetið auðvitað klassískt dæmi, auðvitað bara heimilistörfin en líka í dag svona önnur störf sem að eins og ef maður færi í sjálfboðaliða vinnu við að gera eitthvað svona eins og laga í skíðabrautinni eða bæta þetta eða hvað nú maður gefur sinn tíma í það og jafnvel þótt að sé kannski ekki augljós efnahagslegur ávinningur fyrir samfélagið af slíku þá myndi enginn vilja búa í samfélagið þar sem ekkert af þessum hlutum og börnin okkar og næstu kynslóðir og við sjálf auðvitað höfum það betra ef að það fólk sem að sinna þessu sem að gera umhverfið okkar betra og það getur verið fyrir efnahagslegan ávinning eða ekki en einmitt foreldrahlutverkið líka dæmi foreldrar eru að gera vinnu við að ala upp börn sem auðvitað kennar að sinna líka en á heimilum landsins og það auðvitað stuðlar beint af efnahagi samfélagsins þótt að það sé ekki metið í krónum að vera foreldri þá stuðlar það á endanum að meiri velferð fyrir samfélagið að við séum með bara betri foreldra, betur menntaða foreldra eða betur upplýsta foreldra til dæmis og að við séum með fólk sem sinnir nærumhverfin okkar, meiri græn svæði, betri vellíðan fyrir fólk og þannig meira hugvit, meiri nýsköpun og meiri efnahagslega tekjur fyrir samfélagið á endan. Algjörlega og ég nefnilega held að og þetta kom líka fram í samtalum við pappa því að þegar hann, því að það oft talað við séum human 2.0 en hann bara human
Hann bara fæðist hérna bara 1947 beint eftir seinni heimsstyrjöldina. Þú veist, það bara, vestræni heimurinn bara á sko fljúgandi siglingu sko og Ísland náttúrulega bara að komast upp úr torkóunum og þú veist, bara framleiðsla, iðnaður, það hérna á Akureyri sko bara stóra verksmiðjur að fá með að fatnað og náttúrulega verið að byggja upp alveg gríðarlega mikið af byggingum og húsnæði og mikil uppgangur og flestir sem voru að starfa, flest störf svona snerist það að þú varst að sinna einhver hlutverki gagnvart samfélaginu þínu, gagnvart nærumhverfinu, þú varst að veita einhverja þjónustu sem að þú varst sko, ég held einhvern veginn að fleiri hafi komið heim eftir vinnudaginn, þó að framleiðinni hafi miklu minni, það samt að hugsa, ég það mun einhver njóta góðs af því sem ég gerði í vinnunni í dag. Já, algjörlega. Ég held að það sé laukrétt og það miklu skýrara fyrir fólki þegar það að gera eitthvað slíkt. En einmitt, þú veist, ég segja náttúrulega heimpunkturinn minn að ýmislegt svona ólaunað, en einmitt, ef við værum að gefa fólki lágmarks framleiðslu, þá myndi það vera raunverulega að fá borgað fyrir að sinna nærumhverfinu. Þú veist, þeir sem eru meiri í því heldur en kannski að fara klassísku kapitalísku leiðina sem þú veist, inn í eitthvað fyrirtæki eða inn í eitthvað framleiðslu eða eitthvað þannig, en líka held ég að gefa fólki tækifæri að skapa ný fyrirtæki, skapa nýjar hugmyndir sem að hefði ekki efnahagslega forsendur fyrir að gera fyrir en kannski seint á ævinni eða aldrei jafnvel. Já, nákvæmlega og ég nefnilega held sko að ég var einhvern tíðan að tala við ég man ekki hvort það var Claude eða einhverja því ég áhugamaður hagfræði, ég er svona leikmaður en mikill áhugamaður vegna þess að þú veist mér varst alltaf svo áhugavert þegar fólk var að kenna seðlabankastjóra verðbólguna og að hækka stýrivexti þegar hann var eiginlega að sinna vinnunni sinni og að þú veist, og svo líka með eins og launahækkanir og áhrif á þeim og oft bara svona pínu eitthvað, ok, það vantar bara eitthvað svona pínu læsi á þetta system sem að við erum í en aftur á móti, þú veist, þá hvatinn eða þú veist, og þetta svona jafnan einhvern veginn hjá mér hefur stoppað oft þarna varandi þessa universal basic income eða grunnframfærslu vegna þess að sko, við erum svona margir innprentaði með það að sko efnahagslegir yfirburðir séu æðsta takmarkið. Já, það margir með það, já. Og en þá hugsaði maður sko, já, ef við værum bara með, það verður að vera þetta net, þú veist, fólk, og því fyrr sem að því komið á, að því fyrr held ég við getum bara svona lækka pínu spennustig í þjóðfélaginu vegna þess að fólki sem skítrætt í dag við það að missa vinnuna, að það bara svona, ok, ég þá allavega, þú veist, ég mun ekki lenda á götunni eða þú veist, það væri ekki allt í klessu hjá mér sko. Og svo þetta, en þá vorum við Claude eitthvað að þetta og þá fórum við akkurat að velta fyrir okkur sko, eins og tölvuleikinaðurinn. Hann farin að velta sko miklu meira heldur en Hollywood og allt bara, þú veist, hefur sko stækkað á síðustu 10 árum bara fleiri 100%. En það sem einkennin hann að það eru fríu tölvuleikinni sem að búa þetta til. Og það þessi freemium módel það sem allir með vera með en þú þarft að gera eitthvað eða þú veist, nota annað currency eða þú veist, annað gjaldmiðil innan leiksins til að kaupa þér ákveði til að komast lengra eða eitthvað og þá hugsaði ég bara, erum við ekki að tala bara eitthvað svona freemium hagkerfi, það sem fá allir svona grunnframfærslu, svo ferð þú og gerir eitthvað fyrir samfélag og þá farðu sko framtíða krónu og þú getur farið til Þú heitir bara algjörlega naglan á höfuðið sko. Þetta bara nákvæmlega það sem ég búin að vera að hugsa sko. Að raunverulega tvískiptu við hagkerfi sko. Við erum að tala það verður einhvers konar hagkerfi nauðsynja og þú einhvers konar hagkerfi sko, lúxusvara og þú veist það einmitt, þú auðvitað ræður hvað lúxus fyrir þér alveg eins og fólk persónulega lítur á hvað strit fyrir sig sumir elska að fara í fjallgöngur, þú veist gera það fríðkeppis, aðra þyrfti að draga á asnaðurunum og aðra þyrfti bara hreinlega að draga upp til þess að fara upp á fjall eða borga gríðarlegar upphæðir eða eitthvað en það bara mismunandi hvað fólk finnst vera strit það mismunandi hvað fólki finnst vera lúxus þannig að við eigum að leyfa því að ráða með því að hvetja það til þess að vinna við eitthvað til þess að fá sína lúxusvörur ef fólk nægjusamt og finnst bara fínt að vera með þennan grunnstað bara spila leikinn á þess að kaupa sinni þá það ekki líka bara í lagi eða þú veist, það svolítið það sem ég pæli sko. Þú veist, það ekki svo fólk mun ekki gera neitt við lífið held ég, þótt að það sé ekki beinn þáttakandi í þessum kapitalíska leik þarna að mala fé, þú veist, það kannski bara í því að ala upp börn eða einmitt
bæta nærumhverfið sitt að einhverju leyti, gera list sem kannski verður aldrei efnahagslega neins virði en kannski einhvers virði fyrir nærumhverfið eða hvað nú Já. En eigum við samt ekki bara af hverju það slæmt? Já, nákvæmlega. Hvernig getur það verið slæmt, sko? Ég held að meirihlutinn sé að fara að gera eitthvað og líka vegna þess að ég með þessa líkingu, sko, að ef ríkið að borga öllum svona og þá ríkið orðið svona svolítið eins og áhættu fjárfesti, svona venture capitalisti. Það að borga í öll þessi litlu sprotafyrirtæki þarna sem við erum og sum verða náttúrulega aldrei að neinu. Hvað það? 99 af 100 hjá alvöru áhættu fjárfestum. En sum verða að einhverju og þá það margfalt þess verið. Ríkið tekur náttúrulega ákvörðun á þessari fjárfestingu og það augljóst að skattlagning engin kvöð eða óréttlátt þegar það búin að veita inn beina fjárfestingu í þitt líf og þína menntun og bókstaflega jafnvel einhvers konar lífsbyrjunarsjóð fyrir börn til þess að við getum sparað þessi 20 ár þar sem tekur fólki að byrja nýsköpun eða eitthvað slíkt og bara kannski gert það 25 í staði fyrir 45 eða bara að þú færð efnahagslega forsendur til þess að gera eitthvað fyrir okkur og ef það gengur vel þá fá við ákváðan en líka auðvitað hver og einn, sko, ekki bara og ég finnst það ekkert ósanngjarnt heldur. Ég meina, þetta er bara spurning, það er partur af kapitalisma. Ef einhver gefur þér pening til þess að skrifa eitthvað verkefni eða gera eitthvað verkefni, ef maður er í lyfjaframleiðslu eða eitthvað Actavis sponsar doktorsverkefni manns, þá þarf maður að skrifa það á forsíðu, maður að segja, Actavis gerði þetta, þú að gera þetta vinnuna, sko, og það er þá bara alveg eins nema það er bara ríkið gammir tækifærin til þess að gera þetta, þetta nýsköpunum fyrir þetta. Og það er núna hluthafi. 50% hluthafi eða hvað annað. Og það er náttúrulega líka það sem maður hugsa til, sko, er að því að ég held sko nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi er alveg frábært og þú veist, ég ber mikla virðingu fyrir því fólki sem leggur í þær vegferðir vegna þess að það er eins og þú segir, þú ert að fara út í verkefni sem að öllum líkindum mun mistakast en þú veist að þú þarft að gefa þig allan í það, sko. Þú þarft að slíta þér út til þess að eiga möguleika þó að kannski í upphafi þegar þú leggur á stað að það er mjög óöruggt hvernig fer. En aftur á móti held ég líka, sko, að vegna þess að ég átti svo gott samtal við hann heitir Martin Langegaard og er sjálfræðingur og er að vinna meðalans hjá norska fótboltalandsliðinu og við meðan á Íslandi vorum með fagnámskeið í frammistöðu sjálfræði fyrir stjórnendur í slökkviliðum og hann var að tala sko, þú veist, að áhættuna eða hættuna sem að myndast við það að vera sífellt að hugsa þetta growth mindset. Vegna þess og ég var einhvern tíðan að því að kona mín er kennari og ég var einhvern tíðan núna í þessum kjaraviðræðum og ég var eitthvað svona að segja við hana bara, þú veist, getur ímyndaðir ef að heimili okkar yrði rekið eins og ríki, það sem væri svona vaxtakrafa, það sem að við þyrftum alltaf í hverjum einasta mánuði að tryggja það að við varum að framleiða meira til að búið til meiri gjaldeyri eða meiri peninga og við ætlum að gera þetta að eilífu. Já, það er svolítið galin pæling, en einmitt, það virkar ekki öðruvísi út af verðbólgu og öðru slíku, það bara verður að vera þannig. Já. Eins og það er í dag. Hefurðu lesið bókina Þegar við hættum að skilja heiminn eftir Benjamin Labatut? Nei, ég hef heilt talað hana, því ég því miður ekki komist að því að lesa hana strax. Já, ég ætla bara, það er svona smá spoiler alert, en þetta er samt ekki... Endilega. Að því hann mér finnst þetta ofboðslega skemmtileg bók og hún er svo fallega skrifuð og hún minnir mig svona pínu á svona nokkuð svona súrealisma eftir japanska Murakami en þegar hann skrifar í lokin og hann tekur svona dæmisögu að það er gamalt maður að útskýra fyrir hann hvernig sítrónutré lífskeið sítrónutrjáa og hann segir sko sítrónutré það deyr og þá loka uppskeran er svo mögnuð það verður svo mikil uppskera það býr til svo mikið af sítrónum að greinarnar svigna og brotna þannig að tréð í raun og veru sko bara það framleiðir sig til dauða sko. Já, það er mjög flott líking að það sé til þannig fyrir þá samfélagið okkar. Já, maður einhvern veginn hugsa það, við erum búin að kapitalismin hefur virkað rosalega vel á mörgum sviðum, hann hefur ekkert verið fullkominn eins og ekki frekar en hvað annað sem er svona til að reyna að miðla þessu samfélagi okkar mannana
undanfarin árþúsundir en hann hefur allavega sko virkað en við sjáum að hann virkar ekki út í hið óendanlega sko. Það bara gengur ekki. Já, það var allavega mjög margir spáð fyrir það. Ég meina náttúrulega vel þekktast hann Karl Marx en einmitt og maður sér náttúrulega alveg að það eitthvað bogið sko og það spurning hvort við þurfum að halda áfram að gera þetta svona en einmitt eins og þú segir þetta hefur gert frábæra hluti fyrir okkur. Ég meina markaðurinn sem einhvern veginn, hvernig hann virkar núna hefur unnið okkur samfélaginu á minnsta kosti mikið í haginn og þetta ríka fólkinu mikið í haginn en það eru þetta einmitt margir sem hafa orðið fórnarlömb markaðarins líka og það kannski það sem við þurfum að byrja að hugsa þurfum við að hafa þessi fórnarlömb ennþá. Núna mannkynið að ná sínu hámarki, bara tölfræðilega hámarki, bara með dánatíðni. Við vorum alltaf að vaksa, þannig að kannski var eðlilegt við þyrftum að láta allt vaksa með og svo framvegis. En nú erum við að ná einhverju hámarki, kannski ekki á Íslandi en í heiminum. Ekki kannski bara komin tími til þess að hugsa hvað gerist ef við náum þessum hámarki? Það verði ekki alltaf fleiri og fleiri að koma inn á vinnumarkaðinn og það ekki alltaf, það verður bara fleiri og fleiri sem verða eldri og hvað gerum við þá? Við þurfum svolítið að hugsa fyrir því og byrja að færa okkur í áttina að því, skref fyrir skref. Og einmitt líka hvað auðvitað svona tæknibyltingar gera og hvernig þær geta hjálpa okkur í því markmiði. Þannig við lendum ekki í einhverju dystopíu þar sem er bara fullt af fólki að grafa skurði með skóplum þótt að það sé til síðan AI hjá einhverju stórfyrirtæki við hliðina sem bara að gera allt og enginn vinnur þar. Bara af hverju þetta svona? Þetta galin hugmynd. Láta fólk nýta kraftin sem það hefur innra með sig, nýta það sem manneskja til fullnustu í staðinn fyrir að, hvort sem það einmitt með því að vera heima og alveg börn eða rækta sjálfan sig eða rækta nærumhverfið sitt eða einmitt með því að vera í nýsköpun eða með því að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki en á réttum forsendum eða kannski einmitt maður bara fégráður og vill að fara í það að vinna störf sem eru kannski óæskileg, lífshættuleg, niðrandi, hver veit. En einhvern veginn hámarka það að allir séu að gera það sem þeirra augum best fyrir þau sjálf og þá hefur það góð áhrif fyrir okkur allir. Já. Og það, ég held að þetta sé nefnilega bara, þetta svo mikilvæg punktar sem maður vill í raun og væru ræddir miklu opinberskár og miklu fleiri stöðum. Ég held bara að séu svo margir sem eru ræddir við að tala um þetta vegna þess að það eru svo fáir einhvern veginn sem hafa gefið sér tíma til þess að kynna sér þessa tækni raunverulega og átta sig á því raunverulega hvað að gerast vegna þess að margir sem bara opnuðu GPT 3.5 og setti inn einhver fyrirmæli og fengi eitthvað bull og bara lokuðu þessu aftur og bara eitthvað, þetta nú meira djús bullið sko. Svo opnaði þetta aftur núna og bara eitthvað, býtu þetta ekki eins. Shit. Já, nei, og þetta náttúrulega galið, hvað þetta hratt. Þetta alveg galið sko. Og við erum að reyna að gera alls konar hérna innan háskólans og fólki finnst kannski líka merkilegt þegar ég kemur og sest niður og spjalla við það gervigreind og ég segi, sko, mitt helsta markmið það að fólki líði betur í vinnunni og það geti hægt á. Að því að mér finnst bara, við ætlum ekki að fólk enn þegar að sligast undan álagi og streitu og annað og þetta má ekki vera það bara eins og við gefum bara krakk sem að vinna bara ótjekkað með stóru mállíkani, sko. Þú getur bara leyst miklu fleiri vandamál, sko. Heldur að, nota þetta til að auka gæðin og við erum náttúrulega opinber stofnun, við erum að vera til fyrirmyndar, að einhvern veginn að senda skilaboð til fólks, að við erum að reyna að gera þetta til þess að bæta okkar þjónustu og sinna okkar samfélagslega hlutverki betur, við erum ekki að reyna að hámarka einhvers konar iðnvæðingu menntunar með því að hámarka framleiðni og skilvirkni að útskrifa 300 fleiri nemendur, sko. Við þurfum að fara að huga að mannlega þættinum meira og í svolítið svona kannski post-produktivistísku samfélagi eins og hefur verið kallað. Hvað gerum við þegar við komum yfir í post-produktiva samfélagið? Við náum hámarki við allt í einu erum bara það raunverulega virkar ekki að keyra á þessum forsendum. Það virkar kannski tímabundið með tæknibreytingum en á hvaða kostnað? Á kostnað mannfólksins sem að býr í samfélagunum sem þetta á allt sem að vera fyrir. Það er tilgangslaust að vera einn ríkur í heiminum eða eitthvað. Vera Palli var einn í heiminum en eiga allt, það er voðalega tilgangslaust. Við augljóst á endanum viljum öll sömur að fólk hafi það gott. Og minnka
kvaðir og minnka kúgun almennt í samfélaginu, minnka það að fólk sé að gera eitthvað út af því að við sem samfélagum sett ykkur ákveðna leikreglur á sem gera það að verkum að fólk sem fátækt, í neyð, stendur höllum fæti, það neyðist til þess að gera eitthvað fyrir, bara til þess að lifa af, fyrir lágmarksframfærslu, sem að það náttúrulega gegn þeirra vilja í fyrsta lagi, en líka bara sem við höfum þá sem samfélag með því að ákveða leikreglurnar, láti það gera, kúa það til að gera, og einmitt á einhverjum forsendum sem það ætti ekki þurfa að vera að gera það, vegna þess að það hefur engan ásvöp í erminni til þess að segja við vinnuveitendann, heyrðu, þetta nú starf sem að ég kann ekki mjög vel við, og sérstaklega þá, þessi laun varla duga til þess að fæða barnið mitt, en það verður bara að segja já, vegna þess að það bara já eða ekkert, það svolítið bara, það eitthvað sem fyrir mér blasir við sem stórt vandamál sem þarf að leysa að við séum ekki sem samfélag með okkar leikreglum, með okkar efnahagslegu leikreglum, sem sagt, að kúa annað fólk með þá, sem sagt, hvernig við höfum skapað markaðinn, með því hvernig við höfum búið til atvinnumarkaðinn og einmitt að við þurfum að endurstilla hann og ég held að þessi endurstilling sé líka forsendur fyrir því að við fáum betri gervigreind. Það náttúrulega kannski það eina sem ég að segja sem nýtt hérna, en þess að það náttúrulega fullt af fólki búið að tala um þessar hluti, en það eina sem ég raunverulega að segja kannski nýtt og kannski ekki einn það, en það að við getum notað þetta frelsi, með því að frelsa fólk frá þessari kvöð til þess að vera kúað í samninga við vinnuveitendur, þá einhvern veginn búið til efnahagslegar forsendur til þess að veita gervigreindinni inn í fleiri geira heldur en bara hugvitsgeira og það sem verið að fókusera á fyrst og fremst núna. Auðvitað dreifur úr sér sjálfkrafa án þess, en ég held að það muni ýta undir það. Auðvitað þurfum við líka stefnubreytingar og stjórnvöld þurfa að grípa inn í og það þarf regluvæða og það þarf stofnanir. Þetta ekki laust sem að mun bara gera þetta sjálfkrafa, en ég held að það sé mjög góð undirstaða, bæði fyrir það, auðvitað líka til þess að minnka kúgun og svo auðvitað fyrir samfélagi til framtíðar þegar það eru kannski bara færri sem munu vinna. Það bara búið að ná sínu hámarki í fólksfjölda og svo framvegis. Þannig að það þarf að breyta einhverju og þetta allavega ein leið til þess að fá þetta frelsi og minnka kúgun og ég held að það sé alltaf gott fyrir samfélag að minnka kúgun. Já, ég held að það sé það bara svona common sense einhvern veginn að minni kúgun gerir samfélagi betra og mér finnst einmitt sko þessi punktur með að stjórnvöld verða að koma að þessu og það náttúrulega alveg ofboðslega sko og þú ert ekkert að draga úr því að þetta alveg ofboðslega flókið vegna þess að sérstaklega hagkerfi eins og Ísland sem ég held líka að margir átti sig ekki á að það eru undir 200.000 skattgreiðendur á Íslandi og svo þjónusta og það velferðarsamfélag sem við byggt upp, það alveg, þetta þvílík jafnvægislist einhvern veginn að halda þessu sko að þetta hangi saman sko. Og svo náttúrulega fullt af fólki sem vinnur fyrir það opinbera líka, þannig að skattgreiðslurnar fara í launagreiðslur líka hjá fólki sem vinnur fyrir það opinbera. Já. Þannig að raunverulega þá skattbyrðin einhvern veginn, auðvitað það að gera vinnu fyrir þetta opinbera, þannig að skiljanlega að fá launustum að vinna, það ekki það sem ég meina, en það rosa fáir sem eru á einhvern veginn hefð, eða ekki opinberum markaði og svo margir sem eru börn og eldri og svo margir sem að vinna fyrir því opinbera við það að sinna öllum þessum kerfum fyrir hérna eldri, fyrir hérna ungu og svo fyrir þá sem eru á einkamarkaði. Já, algjörlega og og náttúrulega eins og þessi hefðbundni kapitalismi virkar að þá náttúrulega snýst þetta langmest sko verðmæti sem verða til við einhverja framleiðni eða sko hefðbundna verðmætasköpun eins og við erum náttúrulega með fisk og svo erum við náttúrulega að fá inn túrista sem eru einhvers konar verðmæta eining sko því að þeir koma hingað og skilja eftir sér verðmæti og fara svo erum við náttúrulega með álframleiðslu og maður sér einhvern veginn fyrir sér að nú eru Kína til dæmis að byggja upp alveg hellinga kjarnorkuverum hvernig verður álframleiðsla í framtíðinni þegar það verður komið nóg að grænni orku tala nú ekki ef það þeim tekst að finna upp einhvers konar fusion og ef það virkar að maður sér einhvern veginn fyrir sér að ál og svona stóriðja á Íslandi verði kannski ekki til næstu 200 ára nema að verði einhverja svona breytingar en við getum verið í hátækni innaði og reynda að búa til einhvers konar svona krefjandi störf vegna þess að ég held sko að það
sko og þetta eitthvað sem ég reyna að segja við dætur mín og eitthvað svona, það skemmtilegast það sem hún gerir eiginlega í lífinu, það að gera eitthvað sem ógeðslega erfitt og klára en þú vilt fá að hvíla þig á eftir og þess vegna er ég einhvern veginn svo spenntur fyrir því að vinna í einhvers konar svona vertíðastemmingu. Maður fer bara inn í eitthvað teymi og sama hvað það ætlar maður að fara að skrifa einhverja reglur eða einhverja stefnur eða skýrslur fyrir eitthvað samfélagið til þess að græja eitthvað sem maður þarf að nota tölvuna við eða eitthvað slíkt eða ætla að fara að gera hjólabraut eða eitthvað og maður bara leggur ótrúlega mikið á sig í stuttan tíma, fær einhverja gullkrónur fyrir umfram grunn framfærsluna og getur síðan bara, þarf ekki að hafa áhyggjur af því að þurfa að vinna kannski í næsta mánuðin Nei, einmitt, og þá fær maður kannski að fá okkur verðlaun fyrir það, hvað sem það einmitt fyrir manni sjálfum sem að verðlaunar mann, hvað sem það að fara að spila golf eða fara í sólalandafrí eða fara í fjallgöngu eða bara eitthvað allt annað, maður fær bara að njóta tímans þarna sem að maður vann fyrir umfram einmitt lágmarksframfærsluna. Algjörlega, og vísbendingarnar finnst mér vera svo víða akkurat það sem þú ert að tala um þessa kúgun, af því að ég kem inn í byrja að semja í kjarasamningaborðið 2015 og var þá búin að fylgjast þegar ég byrja í lögfræði 2012 og þannig ég byrja að fylgjast með svona eftirhruns áhrifum á kjarasamningagerð og það sem að hefur gerst að kjarasamningar sérstaklega á opinberum markaði og líka svolítið á almennum markaði þeir verða sífellt nákvæmari, þeir verða lengri, þeir verða nákvæmari og þetta leiðir til þess að vera miklu meiri stífni á milli stjórnenda og starfsfólks og svo eru komin svo stórir hópar undir þessa samninga að það orðin svona sveigjanleiki orðin bara eitthvað sem mjög undarlegt hugtak og það eru fullt af einhverjum kössum og þetta orðið svo, þetta orðið svo svifa seint þungt kerfi sem að fólk vinnur og þetta gerir fyrirtækjum og stofnunum erfitt einhvern veginn fyrir að haga starfseminni akkurat eins og myndi henda þeim. Bara, þú getur það ekki. Það er svo mikið svona red tape, eins og maður kallar það upp á hansku. Já. Bara endalaust á því og endalaust á boxum að tjekki og einmitt fullt af fólki sem bara vinnur við að gera það, bældi talandi um eitthvað svona dellustörf, bara af hverju þurfum við að hafa svona mikið af þessu, auðvitað þarf að hafa eitthvað regluverk, en það er hægt að ofregluvæða og það er svona mikil stefna í heiminum í dag, kannski að minnka regluverk, en já, þetta bara gerir allt erfiðara. Já, þú ert náttúrulega að tala um kjarasamninguna og einmitt það sem ég er að tala um einmitt samningsgerð að mörgum leyti. Ég held að frelsi frá vinnum muni gera samningsgerð bara einhvern veginn allt öðruvísi. Það er líka eins og, það var gott dæmi, það er svona stefna í stórfyrirtækjum núna, allavega út í heimi, en ég býst við bara alls staðar, að biðja fólk að koma aftur til vinnu í meira mæli. En svo auðvitað í COVID þá byrjuðu þessi fjarvinnu störf að verða til í meira mæli og núna er verið svona að reyna að draga það tilbaka. En einmitt, ef fólk hefði bætta samningsstöð, þá gæti það bara sagt, veistu, ef þú ætlar að setja þessa kvöð á mig, þú veist, ég segjum á Akureyri, ég vinn fyrir fyrirtæki í fjarvinnu í Reykjavík, þú veist, ég ætla ekki að fara að flytja til Reykjavík út af þú vilt alltaf bara sjá fullt af fólki í vinnunni, ég vil bara halda áfram að mæta einu sinni í mánuði eða hvað það er sem ég þarf að gera. Þá hefur allt í einu þetta til þess að segja bara, heyrðu, þetta er bara, ég vil þá ekki vinna fyrir þig, ég get bara beðið þangað til ykkur gefur mér góðan samning. Já. Bara í ekki 6 mánuði og svo fæ ég vinnu hjá okkur öðrum einhvers staðar sem að eru með þá annarkvort nær mér og ég get þá mætt til vinnu auðveldlega eða, þú veist, veiti mér einhvers konar fjarvinnu möguleika sem eru ásættanlegir fyrir mig og þá sem að, og við getum komist að einhverju samkomulagi eitthvað sem að make a sense fyrir alla í staðinn fyrir að það sé einmitt bara verið þá að henda fólk út á gattinn ef að það sættir sig ekki við það sem að vinnuveitandinn segir bara my way or the highway svolítið, sem er kannski ekki alveg málið Já, og ég nefnilega held að þetta sé þarna er ákveðið svona hugsunarvilla að því að ef það vera að sinna starfinu, ef að performanceið er í lagi, þá skiptir að mínum að það skiptir engum máli hvað þú ert Ég er einmitt að gera ráð fyrir því auðvitað ef það er augljóst að það er þá bara brot á öðrum liði samningsins sem er auðvitað að þú átt að vera að sinna þessu starfi og það er náttúrulega auðvitað skýrt fyrir öllum Já, en ég held nefnilega að það sé ekki skýrt fyrir öllum vegna þess að bæði það ég er með samsæriskenningu um þetta og ég er með samsæriskenningu sem að snýst það að sem sagt
sumir sem að eiga mikið af fjármagnseigendur áttuðu sig á því að ef að fólk hættir að mæta í vinnuna þá mun hríðfalla verð á skrifstofuhúsnæði og mikið, og þú veist, það mun hægjast á byggingum á skrifstofuhúsnæði og náttúrulega byggingariðnaðurinn hefur svolítið verið að knýja þessa þenslu sem það þarf í kapítalíska kerfinu, þannig að við þurfum einhvern veginn að sporna á því, en ég held þess að þetta sé samsæriskenning sem að lítið fótur sér fyrir. Já, það náttúrulega erfitt að sanna svona hluti, sko, en einmitt, þetta samt góð punktur að ef að þetta myndi gerast, þá myndi skrifstofa lækka. Hver sem hagaðilinn væri að því, það ekki ljóst, kannski, en það myndi lækka, en kannski líka breytast í íbúðarhúsnæði sem að sárvantar á Íslandi, sko, þú veist, það sárvantar húsnæði fyrir fólk að búa í, þannig að það væri kannski bara mjög góð þróun fyrir húsnæðismarkaði. En einmitt, það flókið mál að fara úti og það væri erfitt að komast að nákvæmum niðurstöðum hvernig það myndi hafa áhrif á leiguverð og verð húsnæðis og svo framvegis. En einmitt, raunverulega þá eru hagaðilar eigendur, það er alveg ljóst, hvort sem það eru ríkustu eigendurnir eða bara líka þeir sem eru í millistétt sem eiga, að auðvitað ef það kemur allt í henni fullt af húsnæði inn á markaðinn, þá auðvitað lækkar verð á húsnæði almennt, sem að kannski hefur þá áhrif á alla eigendur. En einmitt, til lengri tíma þá sé ég ekki að fólk sé að fara að tapa á því, sko. Nei, það var svona samsæri með ljósapyrur. Þetta er skjálfest samsæri. Þeir hittast einhvern tíðan bara 1920 og eitthvað, bara fljótlega eftir að fundi ljósapyruna, bara, þetta má ekki endast svo lengi, sko. Og bara, það var bara eitthvað svona konsensus það að við ætlum að láta þetta duga svona lengi, sko. Þannig að við getum selt fleiri ljósapyrur. En aftur á móti þá held ég þetta koma því vegna þess að eins og verkefni sem ég er ráðinn til 2 ára. Og mér finnst að bæði gefa sko starfinu mínu skýrleika og ég skil svona nokkuð hvað sér ætlast til af mér þó ég sé að vinna á sviði sem mjög fáir átta sig á og svona, en ég átti mig á því að það er eitt svona kjarnanum í starfinu mínu, það er að gera fólk meðvitað hvað er að gerast og síðan að leiðbeina og styðja við og valdefla þá sem er að sinna kennarastörfum og fræðimennsku og vinna við stoðdeildir. En tími minn þetta er vertíð, þetta er 2 ára verkefni og þá einhvern veginn líka breytist sko andlæðið gagnvart mér, vegna þess að ég er ekki bara, það verður ekki allt háð mér og ég held að ótrúlega margar stofnanir og fyrirtæki sko sé að ráða inn starfsfólk vegna þess að það stendur frammi fyrir því að leysa einhverja áskorun og síðan klárast svo áskorun. Og þá ertu með starfsmann og hvað ætlar að láta hann gera? Þú ferð að láta hann gera eitthvað sem að fjarlægir hann frá þeim kjarna sem hann réði sig til. Og hann er alltaf bara búin að fylla upp í daginn sinn með þarna Parkinson lögmáluna, þú fyllir alltaf upp í þann tíma sem þú ert í vinnunni, það er alveg sama hvað. Að þú endar einhvern veginn að þú ert komið með starfsmenn sem eru farnir að vinna við eitthvað sem er kannski langt frá því sem að þeir höfðu væntingar til þegar þeir byrjuðu, sko. Já, og einmitt, sko, ég er alveg sammálaður með frelsi sem tímabundin samningar geta gefið, en hins vegar eins og hérna í Austurríki þá er stéttarfélag opinberra starfsmanna, þar meðal fólk sem að vinna við háskóla, eins og mig. Þeir eru að berjast mikið fyrir því að í háskólum séu langtíma samningar. Það megi sem bara ráða fólk tímabundið ákveðið oft og til ákveðið margar ára til þess að veita náttúrulega fólk einhvers konar öryggi líka. En það er náttúrulega þessi balans, það er frelsi og öryggi. Það er þess að við viljum auðvitað, eða þú veist, einmitt, ég er líka tímabundið ráðinn, þá vil ég klára þetta verkefni í 4 ár og einmitt svo þarf maður að sjá hvað gerist næst. En einmitt, þá er maður kannski komin inn í kerfið auðvitað núna og maður getur fengið einhverja framfærslu og eitthvað slíkt meðan maður er að leita sér að næsta verkefni. En einmitt, en það eru margir sem er ekki í þeim aðstæðum endilega og það þarf svolítið einmitt einhvers konar öryggisnet fyrir fólk til sem er þá annað en langtíma samningur hjá vinnuveitanda ef það á að vera hægt að nýta vinnuaflið til fulls á þennan hátt sem þú ert að tala um. Það sem að fólk er sannarlega að vinna við það sem það vill vinna. Verkefni sem er niður af því, sko, ekki bara eitthvað sem það er sett í út af því að núna er verkefni búið og það er ekkert annað sem að augljóslega tekur við af því. Já, og það er náttúrulega eins og við Gísli ræddum svolítið að þú veist, tími sko generalistans, ég er nú ekki búin að finna gott íslenskt orðið einhvern svona sem hefur svona fjölbreytta þekkingu og hæfni að það séu þeir og svo ertu með einhver svona hyperspecialista. Já. Að það séu þessi afmörkuðu sérfræðingar sem eru samt ekki alveg sko hyperspecifískir sko. Það er skali, þannig á milli
almennar þekkingar og einhverjar mjög sérhæfðar þekkingar. Já, það verði svona mestu áskorunar muni vera þar, en þetta verður, sko, getur engin spáð fyrir hvað verður. Ég spáði því að sko, því fleiri sem að láta sér þetta varða og tala þetta, þannig hækku við líkurnar eða auku við líkurnar á því að þetta verði gott, en ég held sko að ef að við upplifum það sko, hvað maður segja, ef að verður ef að verður svona órökstuddur mótlæti sem að kannski tekið upp af líka stjórnvöldum einmitt, atvinnubótavinna búið til eitthvað svona sem passar ekki, að þá verða þessi ríki, þessi stórveldi Silicon-dalurinn og önnur sem að verða bara svona, þetta verður svona eins og í Elysium, sko, það verður bara eitthvað svona þjakað samfélag einhvers staðar, sem hvorki fugl né fiskur, vegna þess að það verður að reyna að træða einhverja tækni framfarir til þess að halda um í vinnunni, sem þegar maður segir þetta, þá er þetta bara galið. Já. Á meðan aðrir eru bara einhverjum vellistingum, sko, að því að við erum háðir tækninni þeirra að mjög litlu leyti. Já, algjörlega, og þú veist, það er einmitt eitthvað sem gæti gerst og mér finnst þetta samt líka svo áhugavert við gervigreind, þú veist að fólk tala náttúrulega þessi gervigreinda fyrirtæki, þú veist, snillingar á bak við það, það er náttúrulega alveg rétt, það er einhverjir snillingar sem hafa þróað þessa tækni núna síðustu áratugi og á þennan stað sem við erum komin á, en ég vil líka alltaf að benda á, sko, við áttum stóran þátt í þessari þróun. Þú veist, við öll í heiminum sem internetnotendur, við gáfum gögnin okkar til þess að búa þetta til. Já. Þú veist, við gáfum okkur sjálf sem internetverur á einhverjum stað til þess að þetta gæti orðið til. Þannig að einhvern stað þá erum við búin að borga fyrir einhver part af ágóðanum. Þú veist, ég meina, það var auðvitað bara, þetta er bara eins og með svo margt sem gerist í samfélaginu, þú veist, það gerist eitthvað nýtt og það er eitthvað sem að, já, svona hefur þetta bara alltaf verið og það er bara eðlilegt og svo allt í einu er eitthvað gert ólöglegt, eins og, þú veist, ég sé að alveg fyrir mér í framtíðinni, þá munu allir líta tilbaka og hugsa bara, gáfu þau gögnin, bara, svo galið, bara þetta fólk þarna í gamla daga, það gaf bara gögnin sín, bara við seljum þau á bara sjúklega mikið pening og allir bara lifa á því sem einhvers konar lágmarksframleiðslu eða eitthvað. Eða þú veist, maður veit ekki þetta, maður getur ekki spáð fyrir, en ég er að segja að það gæti, mér finnst alveg líklegt að fólk muni finnast galið að við höfum bara gefið upp gögnin okkar og ekki átt okkur á því hvað það þýddi. En þess að, já, fólk skilur ekkert að með því að vera að nota eitthvað eins og Facebook eða eitthvað, þá er það náttúrulega að kaupa þessa þjónustu með gögnunum sínum. Já. Þú veist, það er að borga í gegnum þetta og einmitt, það er þá ekki búið að setja stimpil á hvað þetta er verðmætt og við munum sjá það núna hversu verðmætt þetta var raunverulega með þessari þróun sem er í gangi núna. Hversu virkilega mikil verðmæti var hægt að skapa úr þessu. Já, og ég er orðinn svo, ég get alveg galinn og verið þegar er svona verið að henda fram svona tískorðum og svona buzzwords eins og fyrirtæki ætla að við ætlum að auka gagnadrifna ákvarðanatöku og innleiða gervigreind og eitthvað, þú veist, þetta segir mér bara ekki neitt, sko. Vegna þess að, þú veist, að taka upplýsta ákvörðun er besta leiðin, sko. Og þú veist, þú getur nýtt gögn til að taka upplýsta ákvörðun en þú þarft alltaf að byrja einhvern veginn á því að skoða hvaða gögn þú hefur og Gísli ræddum þetta alveg ítarlega að, sko, þú veist, tæknin er svo ofmetin og vanmetin núna á sama tíma vegna þess að það er allir að selja einhverja lausnir sem að þú átt bara að geta hrúað öllu þínu inn og úr kemur bara einhver einhyrningur sem að þú getur bara spjalla við og hann segir allan sannleikann, sko. En það er bara ekki þannig að því að gögnin okkar eru yfirleitt bara eitthvað rusl, ekki rusl, það er yfirleitt bara eitthvað svona samrýmanlegt nema við vinnum ógeðslega mikið að því að koma þessu í eitthvað horf og það er náttúrulega kannski ef maður horfir aðeins bara hvað þú ert að gera, þú ert í doktorsnámi, þú ert að vinna óbáslega mikla vinnu í því að koma þér á einhvern flottan stað í hvaða háskóla er þetta? Jóhannes Kepler háskólinn í Linz, þannig að það er þriðji stærsti bærinn í Austurríki. Já, og þú ótrúlega á einhverju bara styrk akademískur afreksmaður
og mér er svolítið flott að sjá, þú veist, andlagið þitt gagnvart þessu að vera bara eitthvað svona gung-ho, frelsi frá vinnu, þú ert ekki bara eitthvað að verja þig að því þú ert búin að þjást, þú ert búin að leggja eitthvað sökk til þess að komast eitthvað og það væri svo auðvelt fyrir þig að segja bara nei. Ég er góður núna, skilur við, bara nú er ég búinn að grænda, þú veist, nú skulle þið grænda, en það er náttúrulega bara, ég líti á það sem, þú veist, ég hefði getað komist á þennan stað miklu fyrr, ég hefði getað gert það minni sársauka og mér finnst að fólk ætti að geta komist á þennan stað og fleiri ætti að geta kannski ekki fengið vinnu við háskóla, en bara gert rannsóknir, þú veist, þótt að það sé bara heima á sér, ég myndi örugglega gera það, jafnvel þótt ég hefði ekki fengið vinnu við háskóla, þú veist, ef ég fengi sko efnahagslegu tólin til þess að gera það, þá myndi ég vera að gera það nákvæmlega saman. Bara ég myndi ekki verið í neinni formlegri atvinnu við það, með eitthvað samning hvernig ég á að, þú veist, kannski myndi ekki verið jafn mikið gæðavara, hver veit, en ég myndi ekki fá jafn mikla aðstoð og svo framvegis, en það er einmitt það sem er lúxusinn við að vinna í háskóla, það er einhvers konar kerfi og það er einhver prófessorar sem að lesa yfir það sem þú ert að gera og samstarfsmenn og svo framvegis, en einmitt, það væri örugglega bara fleiri sjálfstæðis rannsakendur. Já. Líka, þú veist, og það held ég að sé bara gott. Sko. Ég held það einmitt og þú veist, þetta er náttúrulega bara mesta útvistun af þekkingu sem við höfum nokkuð tímann orðið vör við og þess vegna er alveg geggjað einhvern veginn að heyra þið tala vegna þess að það væri svo auðvelt að vera bara eitthvað, nei, það er ég sem að veit þetta. En aftur á móti þá, ef að þú ert með þetta, þessa stemmingu gagnvart þessu, að þá held ég að þú og með stórt málíkan með þér sem þú kannt að nota á eitthvað, það getur orðið bara eitthvað svona náttúruafl, sko. Og ég held að það breytist ekki, sko. Já, það er alveg möguleiki, einmitt, það er líka mikið tala um það í þessum litteratúr, þú veist, að gervigreindin eigi að vera, sko, aðstoðarmaður frekar heldur en að gera hlutina alveg sjálf, eitthvað þannig, að raunverulega mesta potensiali sé í þessu aðstoðarmennsku, að það sé manneskemi sem notar þetta sem verkfæri og það sé raunverulega besta notkunin. Erik Brynjólfsson var mikið að tala um þetta, fleiri, en það er alveg gríðarlega möguleikar á að fólk geti notað þessi tækni þetta á alveg magnaðan hátt. Sko. Já, við ræddum svolítið svona, hvað maður segja, en því við erum alltaf að tala um sko algorithmic bias, hlutdrægni reiknir þetta og þessar þetta hallucination og þetta er allt eitthvað sem við gerum bara oft sem manneskjur og við erum með rosalega hlutdrægni inn í okkur sjálf og við erum líka með rosalega hlutdrægni gagnvart gervigreind núna og ég stend sjálfan mig alveg að því að maður er að lesa eitthvað eða maður sér eitthvað og þetta er greinilega skrifað að gervigreind og maður fær svona þetta er ekki alveg nóg gott en svo veit maður líka að maður lesa alveg fullt af dóti sem er skrifað að gervigreind en það er bara einhver sem er bara svona snurfusarans til, gerir það svolítið að sínu setur það flott út og það er bara perfekt sko. Einmitt. Við erum alltaf með fordóma sko. Já, við erum alltaf með fordóma. Og ég meina er alveg ástæða til að hugsa gagnrýnið texta sem gervigreind framleiðir í dag en það er alveg eins ástæða til þess að hugsa gagnrýnið texta sem manneskjur framleiða. Þú veist, það er alveg jafn mikil ástæða til að hugsa gagnrýnið það, þú veist, að þótt að það sé ritrit tímarit eða hvað nú er, þú veist, þá auðvitað það maður samt að hafa þarna efan ykkur staðar, auðvitað verðum að geta trúa því sem við lesum upp að einhver ákveðnu marki en einmitt, bara svona að bera það saman við annað sem að les og önnur gögn og aðrar upplýsingar og sjá hvort þetta make no sense á heildina litið. Já, akkurat og þetta er einmitt það, það er áttur að segja hvernig við vita hvað er satt? Hvernig vitum við það í dag sko? Því að flest sem við vitum og höldum að séu satt og ég sagði einhvern veginn sko, sannleikurinn er bara mest útbreidda samþykktin sko. Þú veist, ef þetta er ekki einhver hörð eðlisfræði eða starffræði sko. Það er allavega ein leið til þess að halda áfram sko og ég meina ég segi alltaf fólkgefin að það er náttúrulega mjög erfið, það er heilt fag sem að snýr að þekkingunni, þekkingafræði en maður veit kannski ekki fara út í þá sálma en ég segi alltaf fólk, já, sko, ég held að það sé erfitt að vita hvað er satt en það er kannski ekki auðvelt en það er geranlegt að vita hvað er ósatt. Það er hægt að, ég get sagt þið, sko, það er ekki bleikur fíll í þessu herbergi. Nei. Það er mjög augljóst, það er fullt af hlutum og það er óendanlega margir hlutir sem eru ósannir þetta rými, en það er mjög auðvelt að vita meiri hlutan af þeim, sko.
Svo það bara spurningum að komast að fleirum sem ósannir og það geta auðvitað hækkar erfiðleikastigið eftir því sem við erum búin að útiloka fleiri og fleiri. Já. Það náttúrulega það sem vísindin að vinna að, eða ekki? Jú. Komandi hvað satt milli nokkura möguleika og sumir af þeim ekki eins og búið að setja í kenningu eða orð. En já. Og ég held einmitt að þú veist, bara þekkingafræði, rökfræði og gagnavísindi, þetta þurfi bara að vera kennt frá öðrum eða þriðja bekk í grunnskóla. Þú veist, þetta bara, akkurat þannig að það er mikil nota af svona meiri sko gagnrýnu hugsun og einmitt, einhvers konar rökfræðilegri, þekkingu allavega af því marki að geta skilið hvað eru góðar röksemdafærslur og hvað eru slæmar. Þú veist, bara hvað make a sense og hvað ekki. Svona allavega yfirborðinu. Já. Og ég held að því miðst gagnrýnin hugsun orðið svona pínu tísku orðið í dag. Já, því miður. Og ég held að Páll Skúlason væri ekkert rosalega glaður. En hérna, þú veist, það er þessi fög sem að liggja til grundvallar gagnrýnin hugsuninni. Vegna þess að kenna gagnrýnin hugsun per se, jú, þú veist, þú getur alveg gert það, en þú veist að kenna einhvern fundamental svona sem að kennir það og þess vegna hugsa maður átt bara maður er þakkláttur fyrir það að fara í gegnum lögfræðiáfanga hjá Sigurði Líndal, að hérna þú veist, hann einbraði svo mikið á þessu sko að sýna í framkvæmd gagnrýna hugsun sko, ekki bara tala um það. Já, algjörlega, og það er náttúrulega bara einmitt auðvelt að gera það. Það er hægt að finna bara blaðagreinar, það er hægt að finna, þú veist, ykkur fréttaumfjöllun eða ræðu hjá okkur pólitíkusum, hvað og segja bara, ok, þessi heldur fram, þessari röksemdafærslu, greinum þetta saman, er þetta eitthvað sem heldur vatnið eða ekki? Bara sko á forminu til, þú veist, ekki kannski til að fara onni í skoðarna sem liggja því að baki, heldur bara að forminu til, er þetta eitthvað sem heldur vatni? Og það er náttúrulega mikil dæmi búin að koma í yfirráðatíð herra Trump. Herra Trump, já. Það er náttúrulega góða dæmin að baka. Það er hlutir sem halda ekki eins og vatni í rökfræði. Nei. Það þá að fara út í að skoða skoðarna. Já, þeir eru alveg magnaðir, sko. Og það það er að nóg að taka þar. En þú ert að skrifa doktorsverkefni. Það er nú það er nú ansi mikið verkefni að takast á við. Ertu að nota stórt málíkan að hjálpa þér? Sko, ég hef auðvitað alltaf reynt sko að bara sjá hvað það getur gert. Ég hef mikinn áhuga á því auðvitað líka, þannig að ég hef mikinn áhuga á hvernig gervigreindin er að þróast í samhengi við það sem ég er að gera. En ég hef aldrei notað til þess að skrifa neitt sem að ég hef sjálfur staðið fyrir. Ég hef hins vegar prófað að nota eitthvað eins og Perplexity og svoleiðis sem að leitar að gögnum sem að segja eins og þessir hafa talað um þetta. Ég spyr kannski hver hefur talað þú veist, lágmarksframfærslu í þessu samhengi og þá spýtir gervigreindin út þessu og þessu og þessu og þá getur maður notað það sem einhvern svona byrjunarreit. Það hefur verið svona helsta sem hefur nýst mér, myndi ég segja. Textin hefur lítið nýst mér, myndi ég hins vegar að segja. Allavega á þeim stigum sem ég hef prófað að láta skrifa einhvern texta. En það er náttúrulega líka bara, maður vill að þetta sé manns eigin stíl á einhverjum stað þá kannski er það á endanum svarið að manni finnst það betra þegar maður skrifar það sjálfur, hvort sem það eru fordómar eða ekki, sko. Ég held að það er bara bæði betra, sko, því ég er að reyna að fara að segja, ég er að reyna að koma inn ég er í nýyrðasmíðum, sko, ég er að segja, sko, er textiðin vélritaður? Það er gervigreind, sko, að vélritaður texti. En hefurðu prófað, ertu með áskrifta GPT eða? Ég var með, sko, en ég er ekki með akkurat núna, þannig að ég er ekki búin að prófa nýjustu módelin í textasmíði, sko. Ég núna með áskrifta þessu Perplexity Pro, það er þarna með, en það er ekki í textasmíðinu, það er meira svona rannsóknar gervigreind, sko. En ég er ekki með GPT akkurat núna, ég þarf að fara að skrá mig á þeim aftur og prófa hvað er nýtt, sko. Já, ég er einmitt, sko, búin að vera að nota deep research hjá þeim, af því að ég var með námskeið núna fyrir 2 vikur síðan og þá sá ég það náttúrulega að ég yrði að vera með $200 áskriftina sem að þarf ekki lengur til að prófa deep research, það þurfti bara þá og þetta deep research er náttúrulega bara, það er rosalega skemmtilegt vegna þess að... Já, það er líka það sem ég er að tala um. Hjá Perplexity er náttúrulega bara með aðgang af því hjá ChatGPT eða þú veist hjá, þetta er bara GPT númer eitthvað sem er með þetta deep research og í gegn Perplexity fær maður aðgang af því. Já, það er ekki jafn öflugt í Perplexity. Nei, ég held ekki, sko. Það sem er svo ótrúlega skemmtilegt, sko, er að því maður
hugsar oft sko, maður inn í kassanum sínum en sko, svo hugsa maður bara eitthvað, ég get blanda bara öllu saman sko. Ég get bara sagt hérna, heyrðu, við ætlum að skoða kenningar hérna bara John Rawls hérna sjálfáfræðinar og jarðfræði. Bara, ég veist, bara eitthvað svona algjör og fá bara þessa reikninget og eitthvað bara til þess að fara og sko, skrapa upp internetið og svo bara 10 mínútur síðan þá bara komin einhver grein þar sem búið að búa til einhverjar tengingar sem maður vissi ekki að vera til áður, sko. Nei, þetta alveg magnað. Mér finnst það einmitt hafa nýst mér mest, sko, þetta deep research, þetta er game changer. Í því að komast inn í líka hlutina, sko, bara byrja að lesa eitthvað og líka bara einmitt að prófa eitthvað kombo sem maður hefur aldrei einmitt prófað og væri erfitt að gera upp á eigin spýtu. Þetta hægt, en tæki jafnvel kannski 2 mánuði að komast inn í upp á eigin spýtur. Jarðfræði og John Rawls og maður ok, ég þarf núna að fara að lesa fyrir Rawls og svo lesa fyrir jarðfræði og reyna að hugsa hvernig gæti maður tekt þetta saman og svo framvegis nema þarna spýtir þetta bara út á 10 mínútur með. Já, þetta er svo ótrúlega spennandi svið, þú veist, og það sem ég langar að sjá eins og hérna byrja innan á háskólanum að brjóta eins niður sér síló, þú veist, að það sé verið að vinna á fleiri vígstöðum vegna þess að maður horfir svolítið, eitt svona sem ég hef áhyggjur af, ekki áhyggjur af, þú veist, bara maður horfir til hérna hvernig okkur hefur gengist að glíma við loftslagsmálin og svona, þú veist, fjölbreytt vandamál sem ekkert ein lausn á, þú veist, þetta er ekki svo COVID, sko, við þurfum bara að finna upp eitthvað eitt bóluefni, eða þú veist, við þurfum að finna upp bóluefni og græja það og þá er þetta búið. Nei, þetta er eitthvað svona sem hefur áhrif á alveg þvert á samfélagið og allt að hérna, það þarf svo marga hagsmunaaðila og eitthvað að við getum ekki bara verið að hérna, já, við ætlum bara að gera þetta eins og með hérna, umhverfismálum, við ætlum bara að hittast erlendis og kvitt undir einhverja papíra og svo fyrir við heim og gerum ekki neitt. Það gengur ekki, þetta er ofröðprófun. En því miður þá mannkynið það til að grípa svolítið of seint í hlutina. Það sé bara of seint í rassingripið þegar það er allt í stendur frammi fyrir því að þetta er bara orðið alveg galið. Já. Og þá allt í að vera að reyna að laga hlutina eftir á. En já, vonandi, einmitt, gerum við eitthvað markvisst í þessu, sjáum hversu hratt þetta er að gera, sjáum ógnina sem stafar á þessu, en líka sjáum tækifærin sem þetta býður upp á. Og þú veist, einmitt, fjárfestum í gervigreindar auði til þess að bjarga mannauðinum og notum náttúrulega náttúruauðlindirnar okkar til þess að fjárfesta síðan í gervigreindar auði. Þegar þú talaðir álverin áðan, ég meina álver kannski, stóriði er kannski ekki framtíðar bransinn á Íslandi, en það gæti, þú veist, það þarf gríðarlega orku fyrir þessa gervigreind, en það gæti einmitt nýst okkur þessi orka og svo auðvitað hinar auðlindirnar okkar líka, hvort sem það er land eða fiskur eða já, hvað það nú er, bara náttúrufegurð, þetta er síðan annað, en ef við horfum svona bara beint á það sem við höfum núna, en það er orkan sem við höfum, við getum notað hana til þess að vera með einhvers konar gervigreindar auð í staðinn fyrir mannauð. Og þá allt er byrjað að koma sko hagfræðilega forsendur fyrir því að fullt af fólki sé ekki inn á hefðbundnum vinnumarkaði. Það eru einhverjir gervigreindar auðstjórnun í staðinn fyrir mannauðsstjórnun. Já, ég held að þessi vegferð sem þú sitt á og bara ótrúlega gaman að tala við þig að því að þú ert með svona skýra sýn á þetta en líka bara, þú veist, næga dýpt til þess að þetta verður ekki bara svona einhver popkultúr, sko, því að þetta er flókið, þetta er víðfeðmt. Þetta er gríðarlega flókið og maður getur auðvitað ekkert, þú veist, maður þarf að fara í Excel-skjölin, maður þarf að skoða sko bara tölurnar og það er það sem ég er náttúrulega að fara að gera næstu 4 árin, þú veist, það er að grafa alveg í kjarnan á þessu og sjá hvernig þetta gæti verið og hvað mögulega afleiðingar þetta allt saman myndi hafa, þú veist, á efnahaginn. Ég er náttúrulega búin að vera að fókusa svolítið á hann. En líka annað, þú veist, líka náttúrulega einmitt eins og þú talar eitthvað eins og post-produktivisma, þú veist, hvernig við sem manneskjur getum lifað öðruvísi lífi og það er mikið búið að vera að tala um það þetta líka í þessu samhengi og hvernig við getum breytt áherslum samfélagslega og hvernig við getum kannski þróað með okkur nýjar og á einhverjum næstu áratugum eða árhundruðum komist kannski á okkur frábæran stað. Já. Hvernig getum við forðað komandi kynslum frá kulnun? Já, og við þurfum líka bara að byrja að vinna í þessu núna. Það er náttúrulega það sem þú varst að segja. Þetta stendur frammi fyrir okkur. Núna í dag. Þetta er ekki vandamál eftir
100 ár eða eitthvað, þetta bara bráðum. Það spurning hvort það sé eftir 50 ár eða 5 ár, en þetta samt bara bráðum í stóra samhengi. Já, í stóra samhenginu þetta bráðum og það sem mér finnst, sko, það sem mér finnst pínu svona, ég vona það breytist aðeins og það kannski ástæðan fyrir þessu podcasti og þessu að fólk sjáu það, fólk sem að vinna í háskólum eða einhverju þekkingagreinum eða með hugvit eitthvað svona, að bara heyrðu, það er eitthvað klikkað að gerast og ég get verið með af því að það engin, eða þú veist, það örfáir sem að geta sagst sko vera sérfræðingar á sviði gervigreind og það er enginn sem að getur sagt vera sko sérfræðingur í notkun stórra mállíkana innan einhver ákveðna geira, bara vegna þess að það er ekki komin næg reynsla á það, þannig að fólk hefur tækifæri til þess að koma og móta framtíðina og taka þátt í því að innleiða þetta og eitthvað, í stað þess að bíða og þá færðu kannski bara einhverjar lausnir sem að hendi ekki eða bara passi ekki inn í það svona, inn í þá hugsun sem að þú varst með að það held ég að sé svona helsta hættan að fólk sko láti sig geta varða og bíði bara eftir því að fá eitthvað upp í hendurnar sko. Jú, algjörlega og ég meina auðvitað þá ég á því máli að þú veist auðvitað í fleiri að skipta sér af þessu og sjá hvernig þetta og bæði sem sagt nota þetta og líka spekulara í því sko hvernig hægt að stoppa þetta frá því að gera eitthvað kannski mikinn skaða, en það getur auðvitað alveg orðið, en ég vil líka einhvern veginn sjá hvernig við getum kannski hjálpað þeim sem að, annarkvort vilja ekki eða ekki í stakk búnir eða hvað nú til þess að nota þetta, að samt græða á þessu, þú veist, að við séum einhvern veginn að hugsa heildina þegar það kemur að því að við förum í gegnum þessi skiptingu, þessa byltingu og að við komum öll betur út úr henni. Auðvitað kannski sumir betur en aðrir og einmitt eins og þú sagði, það verða ekki fórnarlömb og slíkt, en einmitt að fórnarlömbunum sé ekki bara slátrað á altari byltingarinnar, sko, heldur að við hugsum líka það fólk sem að fara verst úr þessu og hugsum hvernig getum við hjálpað því að taka sér eitthvað annað fyrir hendur og eða einmitt allavega lifa bara sæmandi lífi fyrir mannfólk. Já, og einmitt, eins og við hefum sagt að þegar við tölum gróða, þá erum við ekki að tala endilega efnahagsleg verðmæti, heldur gróða eins og í tíma og einmitt, algjörlega. Og öðrum geðum. En Jónatan Solon, þetta ekki algengt nafn? Nei, ég held nú ekki. En það grískt að uppruna. Já, þetta heimspekilegt nafn. Já, ákveðlega heimspekilegt nafn. Ég flaug í sjúkraflugi mörg ár með Stefáni Steinsyni og það var áhugavert að fylgjast með honum stundum af því hann á tómuleggjunum þá satt hann aftur í og var að þýða forngrískar bókmenntir. Já, gaman að því. Mjög skemmtileg maður. En takk kærlega fyrir að taka þér tíma. Takk kærlega fyrir mig. Ég bara æðislegt að koma, Magnús, og bara þetta vonandi gengur vel áfram, þetta mjög flott framtak og ég óska þér hins besta í verkefninu, þetta podcast og alls annars. Takk kærlega fyrir það og bara góðu hlustundur, takk fyrir að hlusta og ég vona bara að þið finnið hann Jónatan Solon, hann á LinkedIn og það alveg þess virði held ég að fylgjast með því hvað hann ætlar að taka sér fyrir hendur á næstunni því að það þurfa fleiri að rannsaka þetta. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir.